Komið sæl og blessuð, forseti Íslands verður gestur okkar hér eftir augnablik en fyrst neyðarkall frá Daniel Péturssyni og fjölskyldu hans í Svíþjóð. Vöktu heimsathygli þegar þær tóku sér frí frá vinnu sinni, krökkum og körlum og kröfðust þess að vera metnar til jafns við karla fyrir 20 árum síðan. Þessar myndir voru teknar þegar þúsundir kvenna fylgdu liði í miðbæ Reykjavíkur. Fréttamyndir af atburðinum voru sendar vítt og breitt heiminn. Umræðan jafnan rétt kynjanna hafði aldrei fyrr fengið slíkan meðbyr og þessa októberdaga fyrir 20 árum síðan. En hvað hefur breyst? Erum við nær jafnrétti í dag milli karla og kvenna en við vorum í október 1975? Gefum forsetavorum orðið. Já, það hefur náttúrulega geysilega mikið áunnist síðan þennan góða dag fyrir 20 árum. Það hefur til dæmis áunnist að framlag kvenna, vinnuframlag kvenna í þjóðfélaginu er auðvitað viðurkennt og öllum þykir nú orðið sjálfsagt að konur geti. Þær sungu þarna árið að þær bæði vilja og geta og það vita allir núna. Menntun hefur áunnist mikil og eitt af því sem gerðist var það að ég held ekki að menn hefðu kallað til konu í framboð 1980 nema að þessi dagur hefði farið á undan. Aftur á móti hefði kannski meira mátt sjá í framhaldi af þessum mikla degi. Mikill vill alltaf meira, vitum við. Og þar hnýt ég aðallega stöðumál og launamál, auðvitað. Því miður hefur það farið svo að jafnvel þó að allir viðurkenni að konur geti verið í verkum til jafns við karla, því að þetta er engum mann á hug, þá hafa launamálin staðnað og jafnvel verið í afturför að því manni virðist. En urðu þá vatnaskil þennan dag í vegferð okkar? Já, það er engin vafi á því. Þetta hefði nú ekki orðið heimsfrægur dagur, hefði ekki orðið vatnaskil. Og það er svo skemmtilegt að þetta framtak íslenskra kvenna, það var slík fyrirmynd að það styrkti aðrar konur. Við gleymum því alltaf hvernig við getum með okkar framlagi styrkt konur víðs vegar í heimi. Hvað sérðu þá framundan til dæmis á næstu 20 árum? Hvaða vígi ber að vinna á þessum velli? Fordóma held ég fyrst og fremst. Mér finnst stundum ég verða vör við það að karlmennir okkar, þessir öðlingar, þeir misskilja þetta og halda að þetta sé valdabarátta kvenna og slá því upp auðvitað í gamni og segja þær eru að taka völdin, þið eru að taka völdin. En það er af og frá. Kvenréttindabarátta og réttindabarátta öll, hún næst aldrei, hún nær aldrei landi fyrir að karlmenn gerast liðsmenn þessara baráttu. Ég hef haft á trú í mörg ár og oft sagt það. Bestu liðsmenn okkar í þessum málum eru karlmenn og við vitum það að við eigum þar marga liðsmenn, feður, bræður. Strax svo við minnumst á kvenréttindamál við feður sem eiga dætur, þá lyftist á þeim brúnin. Jú, allir feður vilja það sama fyrir dætur sínar eins og fyrir syni sína.